Komiði sæl og verið velkomin í þriðja þátt af 8 af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Í dag ætlum við að velta fyrir okkur miðlum. Við skoðum hvernig sjónvarpið var til og hvers vegna Svíar reyndu einu sinni að klæða sjónvarpin sín í nælonsokkabuxur. Við lesum fyrsta tölvupóstinn, við skoðum hvað innan í tölvu, við fræðumst Leonardo da Vinci og við fljúgum heima og geima í undraveröld tölvuleikja risans CCP. Þetta og margt fleira á boðstólum. Við byrjum núna. Tilraunin í dag skemmtileg. Í fyrsta lagi þá þurfum við kassettu. Og ég tek það mjög skýrt fram að í raun best fyrir ykkur að fara með mömmu og pappa út í búð og kaupa tóma kassettu. Því þær kassettur sem leynast ofan í skúffum og upp í skápum hafa vafalaust að geyma margar minningar. Og við viljum ekki skemma þær. Við þurfum kassettu, við þurfum skæri, munum að fara varlega, við þurfum lím, blýant, tréliti, blað og síðast en ekki síst, við þurfum segul. Sterkan segul. Við byrjum á því að teikna andlit á blaðið og litum það. Sjá hvað hann setur. Pössum að hann sé ekki með skegg og ekki með neitt hár. Glæsilegt. Því næst rekjum við bandið úr spólunni og klippum það niður í litla búta. Svo límum við bútana eins og skegg og hár á andlitið. Þá ég búinn að líma bandið á manninn. Lítum á. Sætur og villimannslegur. Þá tökum við segulinn og berum hann upp að myndinni, sjáum hvað gerist. Það í rauninni mætti kalla þetta kassettulega gæsahúð. En hvers vegna gerist þetta? Kassetta sem 90 mínútna löng inniheldur 135 metra af bandi. Bandið sjálft, það úr plasti. En það húðað með járnsameindum sem eru segulvirkar. Þegar tekið upp á segulband sérstakur segulhaus látinn renna eftir bandinu. Við segulhausinn tengdur vír og í gegnum þann vír hljóðið sem á að taka upp leitt. Mismunandi hljóð í vírnum lætur segulhausinn vera misöflugan. Þess vegna verða járneindirnar í bandinu eins og missterkir seglar. Svo þegar það á að spila af bandinu sami segulhaus notaður nema þá nemur hann bandið og býr til hljóð í vírnum sem svo magnað upp í hátölurunum. Og hér einn alveg nauðsynlegur hlutur sem ég verð að kenna ykkur ef þið ætlaði að fara að leika ykkur með kassettur. Blýantur, segulband, stinga og snúa. Nú skulum við kíkja á eitt af fjölmörgum glæsilegum myndböndum sem send voru inn í myndbandakeppnina. Halló, ég heiti Ásgeir Máni. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður býr til 8 vita. Hérna erum við með kork, segulstál og nál og skál í ljóni. Þá byrjum við að strjúka nálinni svona nokkrum sinnum bara á þetta. Svo setjum við nálina bara svona efst á kork eða svampnum. Komum svona. Svo leggjum hann svona rólega hérna. Svo, bara í norður. Ef við snúum hann hérna. Snerum sér í norður. Bara norður, ekkert annað. Takk fyrir mig og þetta hvernig maður býr til 8 vita. Yes. Hvernig virkar sjónvarp? Fyrir okkur eðlilegasti hlutur í heimi að vakna á laugardagsmorgni, fá okkur morgunkorn í skál og hlamma okkur fyrir framan sjónvarpið. Við grípum fjasturinguna, við ýtum á takka og möguleikarnir nánast endalausir. Það meira að segja til þrívídar sjónvarp sem þú horfir á með þar til gerðum þrívídar gleraugu. Við erum því miður ekki með þennan þátt í þrívídd en ég bara komið nær bara þetta svona. Kemur ekki alltaf út úr í þrívídd svona. En spurningin hvernig varð sjónvarpið til?
Skoski verkfræðingurinn John Logie Baird fann upp sjónvarpið. Hann sendi út fyrstu sjónvarpsmyndirnar frá herbergi á Central Hotel í Glasgow árið 1924. Þar var aðeins útlínur hluta að ræða. Fyrsta andlitið birtist á skjánum hjá Baird ári seinna og fyrstu sjónvarpsmyndirnar á hlutum og hreyfingu þann 27. janúar 1926. En sá dagur talinn marka upphaf sjónvarpsins. Þetta hér svona típist túpusjónvarp. En hvernig virkar það? Það rafeindabyssa í myndlampa sjónvarpsins sem skýtur rafeindum á skjáinn og þar sem rafeindir lenda lýsist skjárinn upp og við sjáum ljós. En til þess að þetta gangi upp þá þarf skjárinn að vera húðaður að innan með efni sem hefur þann eiginleika að gefa frá sér ljós þegar rafeindir skella á því. Fyrstu ár sjónvarpsins var allt svarthvítt. Nákvæmlega. En 1. apríl árið 1962 þá mætti sérfræðingur að nafni Kjell Stensson í sænska ríkissjónvarpið og tilkynnti samlöndum sínum það að hægt væri að breyta svarthvíta sjónvarpinu í litasjónvarp með mjög einföldum hætti. Það eina sem þú þurftir að gera var að eiga par af nælon sokkabuxum. Og hvað áttu maður að gera? Jú, þú áttir að klæða sjónvarpið í buxurnar eða klippa buxurnar niður og líma þær yfir skjáinn. Samkvæmt hávísindalegum rannsóknum átti nælonið að beygja ljósið sem kæmi úr sjónvarpinu og breyta því í lit. Að sjálfsögðu þá var þetta aprílgabb og Svíar þurftu að bíða í nokkur ár í viðbót áður eða þeir gátu farið að horfa á sjónvarpið sitt í lit. En sagan segir hins vegar að þúsundir Svía hafi fallið fyrir bragðinu og margir fullorðnir Svíar segjast enn muna eftir pöbbum sínum á hlaupum húsið í leit að nælonsokkabuxum. Þann 30. september árið 1966 hóf sjónvarpið okkar, útsendingar. Fyrst sinn var einungis sjónvarpað tvisvar í viku, á föstudögum og miðvikudögum. En fljótlega var útsendingardögum fjölgað í 6 og það þýddi að á fimmtudögum þá bara var ekkert sjónvarp. Og auk þess þá fór sjónvarpið eins og það lagði sig í sumarfrí í júlí og þá fóru krakkar bara út að leika sér og skjárinn safnaði ryki á meðan. Árið 1983 var farið að senda út alla mánuði ársins og 1. október 1987 hófust útsendingar sjónvarpsins 7 daga í viku. Arnór, hvað ertu að borða? Gúmmíbangsa. Veistu hvað mikil orka í gúmmíböngsum? Það eitthvað smá svona. Þetta bara úr sykri. Já. Þú hleypur svolítið hratt það ekki? Svona, jú, frekar það. Kannski að þú borðar svolítið mikið af gúmmíböngsum. Hey, við kunnum efnahvarf til að skoða hvað mikil orka í einu gúmmíbangsa. Það er rétt. Þá notum við einmitt þetta hér, kalíumklórat og gúmmíbangsa. Ef við ekki pröfa að setja þetta kalíumklóratið ofan í þetta glas. Þetta efnahvarf sem við ætlum að sýna ykkur, það er rosalega útvermið. Það kemur mikil orka úr þessu efnahvarfi. En við þurfum að vera búin að bræða kalíumklóratið svo að hvarfið fari af stað. Og það tekur smá tíma. Svolítið langan tíma. Það byrja að bráðna. Hann ætlar að setja gúmmíbangsann ofan í kalíumklóratið. Vá! Það er rosalega mikil orka í einu gúmmíbangsa. Ekkert smá. Þetta var sko útvermið. Ég held að þetta sé uppáhalds efnahvarfið hans Arnórs. Svo sannarlega. Við skulum kíkja í heimsókn til CCP, en þeir búa til tölvuleikinn EVE Online. CCP er íslenskt tölvuleikjafyrirtæki sem var stofnað árið 1997 af 2 félögum og hefur síðan vaxið ansi mikið og við erum núna í 4 löndum með skrifstofur og 600 starfsmenn. 300 af þeim starfa hér á Íslandi. Upphaflegur tilgangur fyrirtækisins var að búa til sýndarveruleika heim, tölvuleik í sýndarveruleika heimi sem að
myndi gera hluti sem höfðu ekki verið gerðir á þeim tíma. Þarna var internetbyltingin að byrja og það var fyrst að verða mögulegt að búa til stóra fjölspilunarleiki. Það í raun alveg magnað að koma inn til CCP. Manni finnst nánast eins og maður geti snert hugmyndaflugið sem svífur í hverju herbergi. Það nefnilega meira en að segja það að búa til tölvuleik og vinnan á baku hvern einasta hlut, hvert einasta gameskip og hvern einasta karakter sem þú rekst á í leiknum gríðarleg. EVE Online fór í loftið árið 2003 eftir að hafa verið í fullri þróun í 3 ár og hann hefur verið að vaxa stöðugt síðan og spilurum hefur fjölgað ár frá ári og við höfum verið stöðugt að bæta við heiminn með 2 viðbótum á hverju ári þar sem við bætum við alls konar hlutum, skipum, geimstöðum, spilunarmöguleikum, grafík og öllu sem tilheyrir til að gera leikinn áhugaverðari og halda honum í stöðugri þróun. En hvernig býr maður til gameskip? Við yfirleitt byrjum á því að teikna það og sitjum svolítið yfir því hvernig við viljum láta skipið líta út. Þegar við erum konum með svona sirka mynd á hvernig það á að líta út, þá förum við í þrívíddarforritið og byrjum að gera grind, mjög einfalt módel af skipinu. Hér höfum við fyrsta skrefið. Næsta skref sem við tökum síðan að búa til eins konar veggfóður utan á skipið. Klæða það í raun með svona mynd. Það sem við gerum síðan að færa í raun öll smáatriðin af stóra módelinu yfir á lága módelið. Módelið svo sent til afar hæfileikaríkra listamanna sem sjáum að teikna inn veggfóðrið sem svo sett utan á skipið. Hér sjáum við loka útgáfu af gameskipinu eins og það lítur út í þrívíddarforritinu. Og þegar því skellt í óravíddir gamesins, þá lítur það svona út. Stórglæsilegt. EVE Online leikur sem gerist í stjörnuþoku langt í burtu og í þessari stjörnuþoku hérna sem við sjáum þessi 5000 sólkerfi og síðan fleiri sólkerfi sem við sjáum ekki, sem ekki kortlögð, sem leikmenn geta fundið með þarfgerðir, tækni og ævintýrum. En í þessum 5000 sólkerfum sem við sjáum hér stjörnur, geimstöðvar, tungl, plánetur, alls konar faldir, hlutir og ríkidæmi sem menn geta náð sér í. Og hér búa menn, en hérna í ytri jaðri stjörnuþokunnar sem sagt heilu svæðin sem löglaus nema það að leikmenn geta lagt þau undir sig í stórum hópum að sjálfsögðu því að það þarf mikið afl til að halda svona landsvæði gagnvart óvinum og þar geta þeir sett sín eigin lög og búið til sína eigin menningu og hér hafa sum stór bandalög leikmanna alltaf því 40.000 manns kannski í einu bandalagi búið í mörg ár og háð stríð við nágranna sína sem sum vara í mörg ár. En hverjir spila leikinn? EVE Online spilaður af fólki alls staðar á heiminum. Og allir spila á sama nettjónunum og í sama heiminum, þannig að hvaðan sem þú kemur úr heiminum, þar spilaru í þessum heimi með öllum hinn. Og við höfum það skjaldfest að við erum með fólk frá öllum löndum í heiminum, allavega minnst okkar einn úr hverju landi og við höfum jafnvel heyrt af því að vísindamaður hafi spilað EVE Online af Suðurskautinu í gegnum gervihnettengingu. EVE Online einn af 13 leikjum sem eru nú til sýnis á MoMA sem nútíma listasafn New York borgar og þaðan þetta kort fengið. Þetta eftirprentun á korti sem þar og sýnir EVE heiminn og þar leikurinn í rauninni sýndur sem nútíma listaverk. Aðrir leikir á sýningunni eru til dæmis Tetris og Pac-Man sem flestir tölvuleikjaspilarar þekkja og aðrir svona óvenjulegir leikir eins og Dwarf Fortress sem mjög flókinn og svipaður á EVE Online að því leytinu til. Þetta í raun alveg ótrúlegt. Íslenskur tölvuleikur sem spilaður út allan heim af meira en 500 000 manna. Og það ekki bara forritarar sem vinna hérna, ó nei, til þess að halda úti svona risastórum heimi þarf heilan her af fólki sem vinnur hin ýmsu störf. Á leið minni CCP þá rakst ég á svolítið merkilegt. Þegar þú hefur unnið hérna í 10 ár, þá færðu sverð. Þannig að þegar uppvakningarnir rísa úr gröfum sínum og fara að maula á landsmönnum, að þá það CCP sem mætir með sverðinu og bjargar okkur. Þá mun CCP koma til bjargar. Þetta alvöru sverð? Þetta alveg þvottækta sverð, smíðað af mjög færum sverðasmiði í Englandi. Það úr algjörlega réttri blanda stáli, smíðað eftir alvöru sverðum sem hafa fundist í víkingagröfum víða Evrópu og það í fullkomnu jafnvægi og flugbeint. Það má raka sig með því. Það má raka sig með því. Þá erum við með það.
Þetta alveg magnað. Gjörðu svo vel. Engar snöggar hreyfingar, kannski? Nei. Hvað færðu þú búin að vera í 20 ár? Heyrðu, ég að vonast til að fá restina af viðbúnaðinum, brynju og hjálm og skjöld og allt. Þá verður þið ósigrandi? Já, ósigrandi, já. Við vorum að fá bréf. Hér stendur. Kæri Ævar, ég hef hort á þættina þína. Geturðu búið til vélmenni? Kveðja Jökull Davíðsson, Patreksfirði. Kæri Jökull, takk fyrir bréfið. Það er hægara sagt en gert að búa til vélmenni. Vélmenni er orðið sem við notum róbóta sem líta út eins og menn. Ég hef reyndar alltaf hugsað mér að það væri ágætt að eiga vélmenna útgáfu af sjálfum mér, svona til að hjálpa til við heimilistörfin, taka til rusl, flokka flöskur og svona, og hann myndi líta út alveg eins og ég og heita Ævar. Ég skal athuga hvort ég get ekki búið til vélmenni, en fyrst ætla ég að sýna þér hvernig vélmennið myndi líta út að innan. Því vélmenni eru auðvitað í grunninn tölvur. Takk fyrir bréfið. Hingað til mín kominn vinur minn Gummi Kári, blessaður. Sæll. Hann ætlar að sýna okkur hvað inn í venjulegri tölvu. Ekki málið. Fyrsta sem þú ert að gera er að opna hana. Tökum skilana svona af, göngum frá henni. Og hérna sérðu, nærðu því allt í tölvunni. Já. Hérna undir sérðu móðuborðið en það er falið fyrir þessum hlutum. Það sem þú sérð hér er harðidiskurinn. Þarna geymir alla myndirnar hennar og tölvuleikina. Hérna er geisladrifið. En fyrst þurfum við að opna hana aðeins. Passa á þig puttana. Ég passa. Hérna undir er móðuborðið. Þessar tvær hérna, þessi tvö kort eru vinnsluminnin. Það sem þú ert að horfa á hér er örgjörfin og örgjörfaviftan. Hún kælir niður örgjörfina sjálfan. Og hvað er örgjörfi? Það er í raun og veru heilinn á tölvunni. Hann sér að hugsa og reikna allt út fyrir tölvuna. Og hvað er vinsluminni? Vinsluminni, ég get lýst í helst eins og skyndiminni á mannesku. Það man bara hluti í örskama stund og gleymið þeim svo strax aftur. Á meðan tölvan er í gangi þá man hún ýmislegt en leið þú slekkur á henni er það allt farið. Og það er sko ekkert mál að taka það úr. Það eru hérna tvær tangir, eða svona flipar sem ýtir í sundur og þá losnar það. Vá. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Það var nú ekki mikið mál. Þetta er vinsluminnið í þessari tölvu. Þér og svo geng ég aftur frá því. Gummi, takk kærlega fyrir þetta. Mín ánægð. Í hverjum þætti þá tökum við fyrir einn vísindamann og fjöllum örlítið hann eða hana. Stundum eru vísindamennirnir úr bókmenntum en oftar en ekki er raunveruleikinn mun ótrúlegri en nokkur skáldskapur. Vísindamaður dagsins er Leonardo da Vinci. Og þið hafið örugglega heyrt þetta nafn einhvers staðar áður. Leonardo da Vinci var langt á undan sinni samtíð og með höfuð svo stútfullt af hugmyndum að sjaldan hefur annað eins sést. Þessi merkilegi maður var upp á árunum 1452 til 1519 og var einstaklega fjölhæfur listamaður og fræðimaður. Málari, myndhöggvari, verkfræðingur, arkitekt, líffræðingur, uppfinningamaður og svo mætti lengi telja. Eftir hann liggja ómetanleg listaverk en einnig verkfræðilegar teikningar og líkön af ýmsu tagi. Ef ekki væri fyrir frægð Leonardos sem myndlistarmanns er hætt við að uppfinningar hans var í dag öllum gleymdar. Ástæðan er sú að fæstar þeirra litu nokkru sinni dagsins ljós, öðruvísi en riss á minnisblöðum meistarans. Minnisbækur Leonardos da Vinci eru sérviskulegar í meira lagi. Þær voru ritaðar með illlæsilegri spegilskrift sem þýddi að þú þurftir að lesa þær aftur á bak. Auk þess þá skrifaði hann þær með vinstri hendi, þó hann væri rétthentur. Hann skrifaði mörg stuttorð sem eitt langt orð, hann skipti löngum orðum í tvennt. Hann notaði engin greinamerki og ofan á allt annað þá var hann ekkert sérstaklega að vanda skriftina. Það var því hægara sagt en gert að stauta sig í gegnum þessar glósubækur. Alls hafa varðveist rúmlega 5.000 blöð úr minnisbókum Leonardos da Vincis og eru bækurnar stærsta safn sinnar tegundar frá tímum endurreisnarinnar. Langflestum uppfinningum Leonardo da Vincis má skipta í tvo flokka. Annars vegar hernaðartól og hins vegar skringivélar.
sem komið gátu að gagni við veislur og hátíðir, frekar til að skemmta en í hagnýtum tilgangi. Dæmi þetta voru sjálfvirkar trommur og vélmenni sem áttu að geta veifað og gert allskyns hundakúnstir. Og þó skrif Leonardo da Vinci leiði ljós að hann áleit stríð lægsta stig mannlegra tilveru, þá hikaði hann ekki við að titla sig fyrst og fremst sem hernaðar verkfræðing þegar kom að því að ráða sig í vinnu til höfðingja og stórbokka. Í glósubókum hans má finna teikningar af skriðdrekum, kafbátum, köfunarbúningum, fallhlífum og fleiru sem urðu ekki að veruleika fyrir mörg 100 árum seinna. En Da Vinci var þó ekki aðeins frægur uppfinningamaður, hann var líka frægur málari. Hann málaði til dæmis eitt frægasta málverk í heimi, þetta hér, myndina af Mónu Lísu. Það veit enginn nákvæmlega hver þessi kona er og af hverju hún glottir svona smá út í annað, en það er talið að hún hafi heitið Lísa og verið eiginkona kaupmanns frá Flórens. Samkvæmt samtímaheimildum vann Leonardo að verkinu í 4 ár og neitaði eiginmaðurinn á endanum að borga honum verklaunin. Meðal samtímamanna listamannsins spunnu strax ýmsar sagnir verkið og þær aðferðir sem málarinn beitti við gerð þess. Ævisagnaritarinn Vasari segir Leonardo til dæmis hafa látið tónlistarmenn spila og syngja og trúða leika listir sínar fyrir hinar afburðarfögru Lísu á meðan hann málaði myndina. Það skyldi gert til að bæja frá þunglyndisblikinu sem sótti gjarnan á fyrirsætur eða þurfti að sitja oft og lengi fyrir, því þær þurftu auðvitað að sitja grafkyrrar rosalega lengi. Fjölmargir hafa veltið fyrir sér hvað búi í leyndardómsfullu brosi Mónu Lísu. Það er því miður ekkert rétt svar við þeirri spurningu. Við getum bara reynt að ímynda okkur hvað hún er að hugsa. Til hvers var internetið fundið upp? Internetið var fundið upp árið 1969 af Dr. Leonard Kleinrock. Hann fann upp tæknina sem til þurfti 10 árum áður en internetið var til. Uppruna internetsins má rekja til kalda stríðsins og kjarnorkuvárinnar á síðustu öld. Þegar líða tók á kalda stríðið gerðu bandarísk hermála yfirvöld sér smám saman grein fyrir því að þau myndu eiga í erfiðleikum með að svara árás ef miðlægt tölvukerfi þeirra yrði eyðilagt í fyrstu sprengju í kjarnorkustyrjöld. Því þurfti að þróa tölvukerfi sem dreift væri á marga staði. Og það tókst þeim svo sannarlega. Í dag er internetið allstaðar. Ísland tengdist hinu eiginlega interneti þann 21. júlí árið 1989. Og við höfum eiginlega ekki farið af því síðan. Við ætlum að athuga hvort það myndast meiri þrýstingur í boxunum þegar vatnið er meira. Minnst, meira, mest. Við ætlum að setja 2 teskeiðar lyftiduft í volgt vatn. Allir loka. Og 1, 2. Hver sendi fyrsta tölvupóstinn og hvað stóð eiginlega í honum? Fyrsti tölvupósturinn var sendur árið 1971. Ray Tomlinson hét náunginn sem fann hann upp og var pósturinn sendur úr einni tölvu í aðra sem var í sama herbergi í Cambridge í Massachusetts í Bandaríkjunum. Og hvað stóð í honum? Ray sjálfur segir að það hafi verið eitthvað algjörlega ómerkilegt. Í raun svo ómerkilegt að hann bara man ekki hvað það var. Hann er þó með 2 hugmyndir. Að annarkvort hafi staðið testing 1, 2, 3, 4 sem þýðir prófa 1, 2, 3, 4 eða þessi runa hér. Þetta er efsta bókstafalínan á lyklaborðinu. Og eitt að lokum, ástæðan fyrir því að við höfum þetta merki hér, @merkið í tölvupóstföngum, er svo að þetta skrýtna tákn kemur hvergi fyrir í neinu nafni og aðskilur þannig á augljósan hátt notendanafn og netþjón.
Þetta eru örugglega ekkert vírus, ég ætla bara. Ég á fleiri, sko, það er alveg. Þættinum er lokið. Takk fyrir að horfa. Ef þið hafið spurningar eða viljið senda mér tilraunir, þá skuluð þið senda mér tölvupóst á aivarvísindamaður@ruvav.is eða þið getið sendt mér venjulegt bréf merkt Ævarvísindamaður Efstaleiti 1 150 Reykjavík. Munið líka að kíkja á heimasíðu þáttarins ruvav.is/Ævar. Sjáumst í næstu viku.